ætlum við að blása lífi í lið hér við rauðaborðið sem við höfum kallað reynsluboltana. Þessi liður hefur legið niðri skeið en við teljum að með því að kalla til leiks í þjóðmálaumræðu, fréttir og tíðaranda fólk sem hefur lifað tímana tvenna, svona komið að barsaldri, þá sé skapist vettvangur fyrir umræðu sem að þurfi að vera í samfélaginu og góðir gestir í dag komnir eins og oftast í þessum þáttum sem að Sigurjón Magnús Egilsson hefur að mestu leyti stýrt fram til þessa. Ólafur Þ. Harðarson, vertu velkominn. Takk. Hann var allar maður þurfa að kynna þig neitt frekar en stjórnmálafræðingur er eitt heitið sem við getum notað yfir þig. Og F-fangur. Já. Nú Oddný Harðardóttir, þú varst nú einu sinni fjármálaráðherra, ert frekar nýlega hætt á þingi. En ekki leiðilegt samt að vera alltaf fyrrverandi þingmaður, svona kynnt? Nei, það mjög fínt. Mjög gott líf að vera fyrrverandi þingmaður. Gott. Og svo ég víðismaður, sko. Já, víðismaður, svo við höldum því það er ekki ónýtt, sko. Og Steingerður Steinarsdóttir, þú ert blaðamaður, velkomin. Þú ert svo eina kannski af gestum okkar í dag þremur sem ert enn á fulla að vinna, eða hvað? Já, það er rétt. En ég nálgast þetta, óðfluga og hlakka mikið til. Já, ég líka. Ég ætla að byrja á því, Oddný, að þakka þér kærlega fyrir að brjótast í gegnum illfærð alla leið frá Garði. Og það er meirinn að segja að komast götur núna. Ef ekki bara byrja á því að ræða veðrið sem verið hefur. Nú ég náttúrulega bara fæddur í Mývatnssveitinni lengst upp á fjöllum og hef ekkert búið mörg ár í Reykjavík og ég veit ekkert hvað er merkilegt verið í Reykjavík eða ekki, en hefur þú ekki alið mestallan þinn mann hér í borginni, Ólafur? Já, ég Hafnarfirði og svo hér í borginni. Já. Er þetta sögulegt veður? Já, mér skilst það á veðurfræðingunum og þetta sé sögulegt, þetta sé mesta snjókoma bara sem hefur mælst. Og þú upplifir það sjálfur á eigin skilningu? Já, ég upplifir það sjálfur, sko. Ég hins vegar er pensionisti, þannig að þegar að þetta gerði hennan kveld á þriðjudaginn, þá gæti ég bara breyttu fyrir haus og verið heima út í bílskúr og haft huggulegt. Við reyndar höfðum ekki verið búin að koma því í verk að setja bílinn okkar á vetradekk. Nei. Þannig að hann er enn á sumardekkjum. Er það ennþá heima núna bara? Já, bara við hreyfðum hann ekki fyrir þetta og við ætluðum kannski að reyna að komast til að skiptum dekk í dag en hættum við það vegna þess að það er ennþá svo mikil hálka. Já, það er annað. Við bíðum bara eftir blótanum. Það er annað, þú kemst hvergi að í það ekki skipti. Það gæti verið. Ég kannaði vefsíður fyrirtækja sem vinna að skiptum dekk. Það er ekki fyrir næstu viku sem að, ef það eru tímabókanir fyrirfram sem það virðist vera laust. Já. En Oddný. En rósemin er bara mikill kostur. Já. Og menn áttar sér betur á því þegar þeir verða eldri og þroskaðri og vitrari. Segðu. Oddný, hvernig var færðin frá Garðinum? Sko, hún var nú alveg þokkaleg. Það koma svona leiðindakaflar, það sem er bara svellbunkar. En hún vestnaði, sko, eftir því sem nærdró höfuðborgarsvæðinu. Já. Og vestar hún í Garðabæ. Það vestnar allt þegar hann er dregur höfuðborgarsvæðinu. Já, af þessu leyti allavega, sko. Og hún er verri hérna, heldur en Suðurgarði. Það er nefnilega það. Þannig að, já, ég var óvinnu lengi á leiðinni, en ég gaf mig góðan tíma. Já. Og það var svo stórir bílar sem voru út af. Bæði rútur og stórir jeppar. Já. Það hefst á því. Ökutæki sem skildi nú ætla ættu greiðast vik. Já, og tóttu þess að koma upp á veginn aftur náttúrulega. En þetta á alltaf að bráðna skils mér helgina. Já, það getur nú líka skapast erfiðar aðstæður þá. Já, algjörlega. Þannig að þetta er öðruvísi dagar. Hvað með þig, Steingerði? Sko, ég er í Kópavogi og þar er bara mjög vel fært allar götur og bottlanga sem að venjulega hafa verið algjör martröð að komast vegna þess að þar hafa myndast þessi hrygg margir, það hefur kannski ekki verið sko rutt inn í botnlangana fyrir en eftir að snjókoman er búin að standa yfir í einhverja daga og þá hafa náð að myndast þessi hryggir. En núna eru þessi hryggir á öllum helstu umferðaræðum borgarinnar
og það það sem ég var að lenda í vandræði með, að ég á góðum bíl og bara á mjög góðum dekkjum, en þegar þú kemur upp á þessa hryggi og þvottabretti, klaka sem að hafa myndast núna, að þá ræður enginn við þetta almennilega og bílarnir bara mjakast áfram, titrandi og skjálfandi og maður ýmist við það að fá einhvern í hliðina á sér eða að renna á næsta mann. Þannig að þetta eru mjög óþægilegar aðstæður að vera í og það kom mér á óvart að ástandið miklu betra inn í hverfunum heldur en á stóru umferðargötunum. Já, ég tók eftir því ég nefnilega labbaði hingað úr hlíðunum og var nú hátt í 40 mínútur, ég farin að ganga svo hægt. En það vakti sérstaka athygli mína hvað það hafði verið rutt æðislega vel fyrir gangandi vegfarendur. Og reyndar virtist það nú líka vera á flestum götunum, stærri götunum, en ég var sérstaklega ánægður með hvernig gangstígarnir höfðu verið ruttir. Það var ekkert vandamál alla leiðina. Það akkurat það sama og ég að upplifa í hverfinni hjá mér, ég með hund og það búið að ryðja gangstéttir mjög vel, það búið að ryðja þessa litlu götur þannig að maður getur farið inn í þær þegar að engin umferð en svo kemur maður út á þessa stóru umferðaæðar og þá eru þessi stóru kaplar eins og Oddný var að lýsa í Garðabænum, þar sem að þú ert bara í raun og veru í stór hættu og ég skil ekki af hverju þessar aðstæður myndast. Nei. Það ríkir alltaf menningarstríð á Akureyri þegar fellur gríðarlega mikil snjór á skömmum tíma og þá það einmitt hinir hjólandi og gangandi sem að finnst að það sé aldrei hugsaðan þá fyrir inn í lokin að öll orkan færi alltaf í að ryðja sem sagt æðarnar fyrir ökutækin en þeir sitja á hakanum. Það áhugavert að hinu hjólandi og gangandi manni bara, hún gert býsna hátt undir höfði víða hér á höfuðborgarsvæðinu og ef þetta að skila sér í því líka núna eftir svona ofankomu að það hugað fyrr og betur að þessu, þá það þó eitthvað til að hampa bara, finnst mér. Það gott fyrir þá sem eru gangandi. Ég segi það. En Akureyri sem ég nú ætti að svo líka að það nú mjög gamal gróin bílamenning á Akureyri og þegar ég var yngri þá voru Akureyringarnir svo montnir á bílunum sínum, töluðu helst ekki um annað og bónuðu þá helst þrisvar á dag. Það alveg bónuð út í eitt. Ég hugsa nú samt að Akureyringar hefðu ekkert komist hérna í gær þegar að fólki á sumardekkinu var bara þess og kruss og stoppaði alla umferð. Heldur það sé einhverjur á sumardekkjum á Akureyri, er ekki allir konur á nagladekk? Jú, þú hefur samt staðið stopp á þínu fínu dekkjum og fínu bílum við þessar aðstæður. Heyrðu, en nóg veðrið, ég ætla að fara yfir í máli ríkislögreglustjóra og kannski fínt að byrja á því að beina spurningu til þín, Oddný, sem fyrrum fjármálaráðherra eins og ég nefndi áðan og þingkona, setið í ýmsum nefndum, náttúrulega verða að fjalla fjárreiður stofnana. Hún var önnur fyrrverandi þingkona í gær, Jódís Skúladóttir og nefndi það að henni finnst þetta skjóta skökku við að það veri hægt að finna 160 eða 190 milljónir í þessi verkefni sem að fjallað hefur verið eftir í hvort við töljum bara þessa stöðu eða næsta embætti á undan fyrir eitthvað svona sem að virðist vera mjög laust í hendi. Á sama tíma á alltaf verið klifað á fjársvelti lögreglu og annarra stofnana. Hvernig hefur þetta mál slegið þig? Ég get ekki séð að sé hægt að afsaka þetta með nokkrum hætti, Það bara svoleiðis. Og ég held að þarna hafi átt sér stað ykkur stórkostleg yfirsjón. Já. En þetta að vísu 160 milljónir á nokkrum árum. Já, hvað var það ríkislögreglustjóra? Já. Hina 30 eru frá öðru embætti. Já. Sem Sigríður Dögg stýrði einnig. En þegar það farið að grafa honum þetta og skoða tímakaupi og svo framvegis þá þetta bara ekki hægt, Nei. Og auðvitað hefði átt að bjóða þetta út og það hefði átt að fylgjast betur með hvað þarna var á ferðinni. Já. En það hefur Sigríður sjálf sagt að þetta hafi verið mistök. Ég hlusta á hann að segja það í fréttunum áðan bara. Áðan? Já, það eitthvað sem ég mista af. Það var ekki sá tónn sem við heyrðum í sjónvarpsfréttum í gærkvöld. Nei, það var svolítið annað tónn í dag. Já. En hvað með það? Þetta eitthvað sem á ekki að eiga sér stað. Og ég var svolítið vör við það þegar ég var í fjármálaráðuneytinu að það voru mjög margir sem að vildu svona skilgreina þarfir ríkisins sjálfir.
og segi hér, við teljum að þið hafið þörf fyrir þetta og þetta og þetta og við getum selt ykkur, það er ekki til í að kaupa það af okkur. En minna aftur að ríki segði, setti niður sín skilyrði og segði við þurfum hinn á þessu halda og getur þú boðið í þá þjónustu. En ég veit svo sem ekkert hvernig samskiptin voru þarna, en það hefði ykkur átt að koma auga þetta fyrr og ekki láta þetta viðgangast. Já. Hvað með stöðunar? Það kom fram í fréttum í morgun að það hefði ekki verið niðurstaða á fundi OBBU, Þorbjargar Sigríðar, dómsmálaráðherra, sem hann átti við Sigríði Björk klukkan 8 í morgun, að það væri engin niðurstaða. Segir það manni að mögulega sé staðin er í hættu eða ætti hún að bara segja af sér, og ég spyrði þig aftur, Oddný? Ég vil nú ekkert segja það. Ég vil bara segja það að svona embætti eins og ríkislögreglustjóri þarf að hafa traust og ef að menn telja að þar hafi eitthvað fallið á við þetta, að þá þarf að skoða það alvarlega. En ég náttúrulega þekki ekki málavöxtu, ég vona bara ráðherrann og embætti fari vel yfir þessu stöðu. Já. Þitt sjónarhorn á þetta, Steingerður? Já, mitt sjónarhorn er náttúrulega bara það að ég verð alltaf jafn sorgmætt þegar svona mál kom upp, því að þetta er auðvitað ekki fyrsta málið. Við erum aftur og aftur að sjá svona fjármála áreiðu og við getum bara nefnt braggamálið hér í den sem að hefur nú verið fjalla mest og það eru ótal mál þegar innkaupastofnun ríkisins var og hét að þá var maður að heyra af þessu og það er alltaf að koma upp þessi hneyksli. Það sem að fólk er að fá ofgreitt, það er að ráða ættingja sína og vini og moka undir þá. Við erum að komast að því að ríkisstarfsmenn meiri segja hefur komið upp mál hjá Línmann í henni gamla daga þegar einn starfsmaðurinn mætti með töskuna sína á morgnana og fór svo út og vann á fasteignasölu allan daginn og þáði laun hjá ríkinu. Og auðvitað finnst manni sem bara almennum borgara alveg með ólíkindum að það sé hægt inn í bókhaldi fyrirtækja og stofnana, þó það séu stórar stofnanir og fyrirtæki, að það sé hægt að láta viðgangast svona óreiðu og hvernig hún getur farið fram hjá fólki af því að líka eins og Oddný var að benda á að þetta er ekki eins og þetta hafi verið að gerast í gær. Þetta er búið að standa yfir í einhver ár og maður verður fyrir svo miklum vonbrigðum af því að man langar svo til þess að trúa því að fólk sé að gera sitt allra besta og að það sé að vinna af ákveðinni hugsjón og velvilja í garð almennings og samfélagsins og vilji byggja það upp. Og þetta einhvern veginn er alltaf sami skellurinn fyrir okkur almenna borgara að uppgöta svo að þetta fólk er allavega og jafn breyst og lélegt í sínu starfi og kannski flestir þeir upp staðið af því að maður vill sjá að það seti staða bæði eftirlitskerfi og líka þessi vilji til að gera vel. Það er annað sem veikir stöðu ríkislögreglustjóra enn frekar, það eru viðbrögð lögreglumanna sem að hafa núna bara talað þannig að þeim finnst að þeir hefðu átt að geta unnið þessi verkefni sem að var outsourcað og þannig að hún verið spæði að vera með svolítið veikara bakland innan lögreglunar og utan lögreglunar heldur en verið hefur. Hvert er þitt mat á þessu, Ólafur? Já, ég þekki náttúrulega ekki öll málsatvik í smáatriðum en ef maður miðar við þennan fréttaflutning þá er þetta bara mjög vont mál. Og það sem ég fór nú að hugsa þegar ég sá þetta er að það hefur verið töluvert mikið í tísku síðastliðin kannski 20 ár að tala svolítið illa ríkisstarfsmenn og eiginlega stundum liggja þeir nú bara undir níði að þeir séu aumingjar sem ekkert nenn að gera og ekkert geti gert sem að auðvitað er pásina. En þarna er sem sé að ræða að verkefni er útvistað og það má vel vera að það hafi þurft sem sé sérfræðingu utanfrá til að vinna þessi verkefni sem að ríkislögreglustjóri sagði í gær að litu að svona strömlínulögun
vinnuaðferðum innan embættisins, en þegar að talin eru upp öll verkefnin sem að þessi utanaðkomandi aðili hefur verið að sinna, þá er náttúrulega augljóst að fjölmörg þeirra eru verkefni sem að hvaða starfsmaður á gólfi hjá lögreglunni hefði getað framkvæmt, farið í jösk til að kaupa stóla eða hvað það nú var. Og ekki hjálpar tengingin við eigin mann? Nei, það er óþægilegt. Já. Það er óþægilegt og að vísu sagðist ríkislögreglustjóri að þau hefðu vitað af því, en það vekur ævilega tortryggni þegar að tengsl eru með þessum hætti. Ef þið vissu að því þá gæti það verið dómgreindarskortur, ef þið vissu ekki að því þá gæti það verið eftir á skýring? Já. En þetta er allavega vont mál og vonandi fer nú bara dómsmálaráðherrann vel í gegnum þetta og tekur ákvarðanir, hófsamar og skynsamlegar ákvarðanir í framhaldinu. Já. Sko líka í þessu samhengi þá flutti Ríkisútvarpið okkur frétt í dag á grunni fyrirspurnar frá þingmanni að einelti áreitni uppsagnir og ólögmætar ráðningar kostaði ríkið 642 milljónir á einhverju tímabili og það er svona heilmikil það er heilmikil ókyrrð víða á stofnunum, ríkisstofnunum. Það er mjög mikil orka sem að fer í að lempa starfsmannamál, það er margir í fríum og svona. Heldur þetta hafi versnað á því? Ég bara þekki það ekki. Ég held ekki. Nei, sé gömul saga. Ég held það nú, sko. Já. Og starfsmannamál er alltaf bara mjög erfið. Já. Og þau eru ekki bara erfið hjá ríkisstofnunum, heldur það bara allstaðar. Þá er það yfirleitt erfiðustu málin fyrir stjórnendur. En ég held að það sé bara eitthvað sem þurfa að taka á, en það má auðvitað vera að í svona sveltistefnu eins og hefur verið til að minnstu okkursti ákveðna stofnana innan velferðarkerfisins að það sem að eykur álag á starfsmenn að það skapi andrúmsloft sem að reynist erfitt. Já. En þú vilt kannski sammála mér að fjársvelti til lögreglunar og þessar 160 til 190 milljónir, þarna fer ekki saman hljóðamynd? Nei, og ef að fólk er náttúrulega pirrað og þreytt og vegna þess að lögreglan er fáliður og það er mikið álag, að þá verða viðbröðum við þessu þetta enn sterkari. Já. Ég var nú, skal ég segja þér, í 12 ár yfirmaður í Háskóla Íslands, fyrst forseti félagsvísindadeildar og svo félagsvísindasviðs og hafði þá með starfsmannamál og starfsanda og alls konar þannig hlut að gera og í heila tekið þá var starfsandinn mjög góður og það komu mjög fá svona mál upp. Það sem að gerði sinns vegar á þessum tíma þar sem meðan ég var í starfi var að til dæmis varðandi kynferðisleg áreitni sem að við höfðum eiginlega lítið hugsað að það kom skýr stefna að taka á því og þá breyttu menn bara vinnubrögðunum og þá voru einhverjir kollegar mínir sem sögðu til dæmis ef að starfsmaður hafði talað við konu eða sagt konu sem dæmi einhvern brandara sem að konunni fannst ekki viðurkvæmilegur að þá sögðu svonir já á nú að fara að banna þetta og ég sagði við þá sko ég ætla ekki að fara að rífast við einhverjum skilgreiningu á því hvað eru viðeigandi athugasemdir eða brandarar og hvað eru ekki viðeigandi athugasemdir og brandarar. Meginmálið er þetta að á góðum vinnustað þá sýna allir samstarfsmönnum sínum þá virðingu að vera ekki að tala þannig að samstarfsmaðurinn líti á það sem niðurlægjandi eða vondan smekk. Þetta heitir bara á íslensku venjuleg almenn kurteisi og ég held að það hafi náðst töluverður árangur á þessu sviði. Hitt er annað að ég lenti nú ekki í mörgum málum þar sem að til greina komað áminna menn fyrir einhver glöp í starfi, það kom þó fyrir og það er auðvitað þannig eins og menn eru nú enn að ræða að starf og lögin opinbera starfsmenn eru þannig
að stjórnendur eiga mjög erfitt með að hnika eða taka á málum. Sumpart var það nú vegna þess að hér áður fyrir þá bókuðum en ekki alla fundi og ég lærði það til dæmis í þessu starfi að þegar ég lenti í þarna dálitlum erfileikum að þá hafði ég haldið fundi með viðkomandi starfsmanni en ekki gætt þess að bóka þá alla mjög nákvæmlega, það var sem betur fyrir eitthvað til það. Þannig að stofnanirnar þurfa svo sem líka að bæta svona sína reglufestu í kringum þetta en þessi regla að það þurfa að áminna starfsmann fyrst áður en vikið úr starfi og síðan að það þurfi aftur að áminnan fyrir sama brot eða samskonar brot áður en vikið úr starfi. Þetta held ég að sé allt og langt gengið. Ég er nú ekki sammála því. Það ætti að rýmka þessar heimildir. Auðvitað eiga opinberir starfsmenn eins og aðrir að búa við starfsöryggi og þeir búa í rauninni við mjög mikið starfsöryggi langflestir en það verður að vera hægt að víkja starfsmönnum úr starfi og í rauninni kemur líka í hugan að sko eins og þetta núna þá má bara vísa starfsmönnum úr starfi fyrir það að hafa brotið eitthvað alvarlega af sér en það má ekki vísa mann úr starfi fyrir það að vera bara lélegir starfsmenn. Og það held ég að við ættum að kannski að velta fyrir okkur. En nú andaði vil þú mér bara á því. Gjör svo vel, Onni. Já, fyrsta lagi finnst mér ekki athugavert í það að skoða starfsmannalögin og þá þetta ákvæði líka. Og auðvitað, þú veist, þetta 1996 eru lögin sett ef ég mann rétt og tími líður. En ég var nú skólastjórnandi hér í mínum fyrra lífi og einmitt var verið að tala þetta skipti svo miklu máli og þetta gekk svona á milli stofnana það var ekki hægt að losa sig við erfiða og óhæfa starfsmenn en þegar þú jákvæðs að bara teikna mynd af ferlinu hvað það sem þarf að gerast og það bara mér finnst það ekkit til of mikið smælst af stjórnendum í ríkisstofnunum sem að hafa náttúrulega ákveðið lögbundur hlutverk að þeir leggja sér bara fram við það að fara eftir ferlinu sem að lagt upp með í lögum og ég held að það sé það sem að bara skorti, það er alveg hægt að víkja óhæfum starfsmönnum frá en það þarf að fara í ákveðið ferli og það er ekkert í mínum huga ekkert svo rosalega flókið að það sé ekki hægt að sinna því en hins vegar ef þú klikkar á því þá ertu náttúrulega í vanda. Algjörlega, það er alveg. Þannig að það verður að vera hægt að gera kröfu til stjórnanda ríkisstofnana að þá að fara og kunna að fara til ferlinu. Stengur, þú hefur verið á einkamarkaðinum en ekki mestallt Já, ég nánast allan minn feril unnið á einkamarkaði og það sem ég held að hafi aðalega breyst og það er það að fólk hefur úrræði og það er líka komin ákveðin svona, ég segi ekki hefð en allavega að það er orðið bara tolerans fyrir því að þú kvartir hafir ástæðu til að kvarta. Það var ekki þegar ég byrjaði á vinnumarkaði og lengst af mínum starfsferli þá hafður enga völ aðra heldur en þá annarkvort að þola þetta eða fara og finna þér vinnu annar staðar. Núna getur þú kvartað undan einelti, undan launamisrétti. Við, til dæmis þegar ég byrja í Búnaðarbankanum, ung manneskja, þá bjuggum við það að við vorum með 1/3 af launum karlmannanna sem sátu á móti okkur við skrifborðið og gerðu nákvæmlega sömu hluti. Og það er ekki fyrir en að við komumst að því að einn sumarstarfsmaðurinn kjaftar, segir okkur hvað hann er með í laun, að við gátum farið að bregðast við því og gera eitthvað. Og það var ekki vinsælt, en við byggum þá við samstöðu og það var ríkti þarna það sem var kallað launaleynd. Við máttum ekki tala launin okkar og mér var boðin hærri laun heldur en félögum mínum að því að ég var með BA-próf í ensku og ég var látin sjá öll viðskiptabréf bankans og mér leiði ekkit vel með þetta að
auðvitað vildi maður þiggja aðeins meira í launaumslagið en að sitja svo við hliðin á konu sem var að vinna sama starf og þú. Að reyndar var ég með þetta aukalega á bakinu að skrifa all þessi bréf, en það alveg sama að það ekki þægileg stað að vera í. Nei. Það eru margar hliðar á þessu en áhugaverð umræða, gaman að heyra í ykkur þetta. Þá skulum við fara upp á Grundartanga í stóriðjuna. Úlfur, segir Indriði H. Þorláksson, skrifar grein sem hefur ekki töluverða athygli og hann er í hópi með Þórólfi Matthíasinni og fleirum Agli Helgasinni sem gerði nú allt vitlaust með einhverju færslu, fékk hérna rosaleg viðbrögð á sig og það sem að sumir kröðust þess að Ríkisútvarpið yrði lagt niður. Það segir sitt stillinguna í umræðinni en hérna Oddný, þingmenn hafa eiginlega allir verið svona á einu máli það að þarna gæti verið alveg gríðarleg vá fyrir dýrum á sama tíma og menn eins og Indriði segja nei, þetta skiptir nú ekkert svo miklu máli þess utan að við vitum ekki hver langur tími mun vara þanga til eitthvað gerist sem við vitum reyndar ekki alveg hvað verður. Hvernig hefur það verið fyrir þig að fylgjast með því að svona allir þingmenn einhvern veginn einum rómi er á sama stað gagnvart þessari bílun þarna Grundartanga? Ég veit náttúrulega ekki hvaða upplýsingar þeir hafa en við sem að fylgjast með fréttum og lesum svona kommentin að þá bara virðist sko fyrirtæki sjálft ekki vita hver staðan verður en við þekkjum það auðvitað að þegar að svona lagi gerist að það þegar ekki 2/3 sem að fara út er ekki 3 stór svona kér og það eru 2 sem eru farin út að það er meira hátt að mála að keyra þau upp aftur og það tekur tíma en ef ég les fréttirnar rétt þá er engin mist vinnuna ekki ennþá og það veit engin í raun það verður ekki búið að gefa það út hvenær hægt er að byrja aftur í fullum gangi þannig að en auðvitað þegar svona stórt fyrirtæki ef að það dytti algjörlega út þá væri það stór mál og mér hefur svolítið fundist eins og þingmenn og séu að tala eins og þetta sé bara allt farið til andskotans sem þetta er ekki sko. En þá einmitt sko, ég var líka að ræða þetta vita ráðherrarnir eitthvað sem að við vitum ekki, sem almenningur veit ekki fyrirætlanir fyrirtækisins jafnvel kannski ekki nema hluta til tengt þessari bílun. Þetta er náttúrulega gamall búnaður, þetta var ekki nýtt álver, það var ekki byggt upp hér á fluttin. Það hafa verið hræringar í þessum heimi. Getur verið að sko einhverjir ráðamenn þjóðarinnar inn á Alþingi og ráðherrar viti núna eitthvað að standi að þetta hafi staðið tæft þessi rekstur og þetta kunna vera þá bara ástæða réttlæting lokara hnykkur í þeirri ákvörðun að loka. Hafa ráðherrarnir eitthvað tjáð sig með hvort hætti þetta? Eru það ekki fyrst og finnst þingmenn sem hafa gert það? Nei, ráðherrarnir voru sérstaklega fyrsta daginn eiginlega bara eins og snjóflóð hefðu fallið á allar byggðir landsins. Voru ekki fyrstu viðbrögð bara að þau vissi ekki nákvæmlega hvað var þarna á ferðinni og auðvitað hefur fólk áhyggjur ef svona stórt fyrirtæki dettur alveg út. Það er ekki bara þeir sem þarna vinna heldur þeir afleitt störf og svo framvegis. Þetta er skellur fyrir þjóðarbúið að því leyti en mér finnst bara svo erfitt að tala þetta því við vitum það ekki nákvæmlega sko. Hvað er þarna að gerast og við vitum ekkert hvort að ráðherrar viti eitthvað. Það má vel vera. En mér finnst það ólíklegt. Já, Stengir, það er annað sem er erfitt í þessu. Á sama tíma og sko, þetta er fjöldi starfa í hættu og lifibrauð, ansi margra og vissulega hefur áhrif á þjóðarframleiðslu og ekki jafn mikil eins og margir hafa haldið fram og svona. Þá hefur þetta líka samt verið umdeildur rekstur sem hefur notið alveg gríðarlega ívilnana stóriðjan sem slík, hún hefur fengið alls konar undanþágur og það hefur verið mikið dekur gagnvart þessum auðhringum sem að hafa sko sópað inn alveg gríðarlegum hagnaði, jafnvel í skattaskuld við Ísland eða ekki greitt skatta og svona, þetta er svona búið að vera svona forréttindar hópur
bæði hægt að ræða það umdeilanleika stóriðunar á Íslandi á sama tíma og það að maður standi með því að allt fólki sem hefur þarna atvinnu, það vonandi hafi atvinnu áfram. Getur maður að blanda þessu tvennu saman? Má það í umræðinni? Já og nei. En það sem mér finnst alltaf athyglisvert að við búum auðvitað við ákveðið óöryggi í öllum atvinnumálum. Já. Og ég man nú bara vel eftir loðnubresti hér ár eftir ár, þá mistu stór hópur loðnusjómanna og allar þeirra fjölskyldur kannski stærstan hluta af tekjunum sínum og þá var aldrei rætt að ríkið yrði að vera viðbúið eða ríkisstjórnin ætti að stíga inn í þetta og þar fram eftir götunum og þegar kvótin reyndar kemst á þá fengu loðnuskipin einhvern kvóta vegna þess að það hafi verið loðnubrestur. Við bjuggum við það að hörpudiskstofnin veikist í Breiðafirði og þar bara hverfur sú atvinnugrein. Humarinn hvarf á Hornafirði út af því að aðstæður breyttust í sjónum en þá var ekkert kallað að ríkið ætti að vera viðbúið og það ætti að vera tilbúið með aðgerðaráætlun. En þetta auðvitað hræðilegt að vita til þess að heilt byggðarlag sé undir og að það sé þarna stórhópur fólks sem að bara hreinlega missir vinnu og tekið möguleika. En það alltaf einhvern veginn þessi hugsun finnst mér á Íslandi að það á alltaf að koma inn með eitthvað stórt sem á að leysa allt. Mér finnst aftur á móti að hugsunin ætti að vera svo að ef við komum inn með atvinnuúrræði á einhverjum litlum stöðum að þá eigum við að nota þann tíma á meðan að það í gangi og það virkar til að byggja þá upp eitthvað sem getur tekið við bregðist þetta af því að við erum alltaf að byggja svo mikið á ýmsu sem háð ytri aðstæðum, hvort sem að það fiskurinn í sjónum eða álverðið út í heimi eða hvað það Og mér finnst það alltaf svolítið undarlegt þegar að þá að byggja á einhverju eins og það sé eitthvað fastmótað og örugt sem muni aldrei breytast. Og nú hefur Akranes og bara sveitirna þarna í kring haft þó nokkuð mörg ár til þess að bregðast við þessu og finna önnur úrræði og það hefur byggst upp ýmislegt þarna í kring og getum við þá ekki bara treyst á það að það verði alltaf eitthvað sem taki við og mér hefur fundist reynslan oftast vera svo að fólk bara skapandi og duglegt og það kemur sér út úr þessum aðstæðum. Ég hef ekki orðið vör við það til dæmis á Höfn í Hornafirði að þar sé bara fjölda eyðimörk og dauði og djöfull. Fólk bara brást við. En það sem að mér hefur alltaf náttúrulega líka fundist það alveg sama hvort það álver eða sjókvíaeldi eða hvað það að við verðum að taka meira tillit til umhverfisins og Íslendingar hafa svo lengi verið allt og kæruleysir gagnvart því. Við vitum ekkert hvaða áhrif þetta álver hefur haft og við vitum ekkert hvaða áhrif sjókvíaeldi hefur til langs tíma heldur. Það kona í Hvalfirðinum, bóndi sem búin að berjast árum saman vegna svo hún telur að hrossin sín hafi dáið vegna flúormengunar frá álverinu. Það getur meira verið. Þessir firðir eins og Hvalfjörðurinn, þetta eru djúpir jökulgrafnir firðir, þeir eru ákaflega kyrrir og það fer ekki mikið mengun þarna út. Það ekki mikil loftræsting þarna út. Alveg eins og í Arnarfirðinum og víðar í þessum djúpu fjörðum okkar, það búiði við það að það ekki miklu straumar í gangi því að þetta eru djúpir firðir og allt lífrænt set sem kemur frá sjókvíaeldi, það sest á botnin og nú til dæmis öll rækja, Innfjarðarækja horfin í Noregi og laxastofnin vildi að deyja út og það meðal annars vegna þess að það búið að eyðileggja lífskilyrði rækjunar á botninum út af þessu lífræna seti sem að sest þarna inn. Það alltaf þegar þú kemur með eitthvað nýtt inn í vistkerfi þar sem að ekkert sem tekur við því eða óvinur afleiðingana sem verða af þessu, þá setur uppi með það að þú með
þá hættu að þú eyðileggir þetta vistkerfi fyrir lífstíð. Já, vegna þess að þú nefndir með að atvinnulíf hvarfgjarnt á Íslandi, þá las til dæmis á DVF í morgun að það var haft eftir einhverjum gesti á hótelinu sem heitir ekki Bláa lónið, heitir ekki bara Bláa lónið, hótelið sem við Bláa lónið. Já. Ég held það. Já, að eins og hann segir sem á að vera eitt besta hótelið á Íslandi, það var, svo talar hann um að gífurleg snjókoma hafi leitt til þess að flugi hafi verið aflýst sem að gerði marga strandaglópum í móttöku hótelsins og á sama tíma hætt á eldgosi sem gæti byrjað hvenær sem samkvæmt upplýsingum. Það svona svo bættist við dauðsfall, slys eða bara andlát manns í gær ofan á þetta en þessi maður er að skrifa þetta, hann er að skrifa lýsingar af þessu út í heim og mjög mikið lesinn og svona, þá verður manni hugsað til orðsporsins og í rauninni hvað þetta er svolítið viðkvæmt eins og ferðaþjónustan, hún er alltaf viðkvæm, hún er aldrei komin til að vera, hún veltur á orðspori, hún veltur á tískum, hún veltur á náttúru hamförum hér að einhverju leyti og veðrinu og öllu því. Við kannski glemma þessu svolítið stundum að það er ekkit þótt í þessi sammálaðir með að við rísum alltaf á fætur og finnum eitthvað nýtt, þá er aldrei neitt Trump og tollarnir og öll ólgan út í heimi, það er óvissa. Það er óvissa. En mér finnst það skipta mjög miklu máli að stjórnvöld ríkisstjórnin ætli að vinna að atvinnustefnu. Já. Því að við erum svolítið eins og þú sagðir, það er svolítið alltaf verið að leita að stóra bjargvættinum. Og núna er það ferðaþjónustan. Ferðaþjónustan er nokkar stærsti atvinnuvegur og hann er kvikur eins og þú hefur lýst hér. Og við þurfum auðvitað að passa að setja ekki öll eggin í sömu körfuna. Við verðum að læra af reynslunni. Við horfum bara á hvað gerðist í COVID. Já. Og auðvitað getur eitthvað slíkt gerst aftur eða bara hreinlega að ferðamennir ákveða að fara eitthvað annað. Þannig að við þurfum að vera viðbúin því að það sem að getur hætt. Já. Og þá er gott að vera með góða atvinnustefnu og byggja upp þá atvinnuvegi sem að geta staðið saman og tekið við þegar eitthvað dettur út. Við eigum tíminn líður allt og hratt, það er svo gaman að hafa ykkur en við eigum eftir 2 umræðefni. Ég ætla að enda þáttina á því að heyra aðeins í þér, Ólafur, um jöfnun atkvæða. Þú ert komin í stýrihóp, stýrir honum. Starfshóp, já. Og en áður en við gerum það, hvað finnst ykkur um viðbrögð bankana og það sem sumir kalla bara farsan á húsnæðismarkaði eftir að Hæstiréttur dæmdi ólöglegt að bankar myndu eftir geðþótta pínu okkur og mikið fólkið sem að skuldum bönkunum pening. Það er jafnvel erfiðar að komast inn á húsnæðismarkaðin virðist vera nokkur sinni. Aðeins það, byrjum á þér, Ólafur. Já, ég skal nú bara vera stuttorður. Þetta er nú bara málefni, þetta með vextina og bankana er nú bara mál sem að ég hef ekkert vita á. Og ég hef ekki hitt vini mína hagfræðingana sem eru vanir að upplýsa mig leyndardómana í svona málum, þannig að ég verð bara að segja pass þetta. Ok. Árni? Mér fannst dómur Hæstaréttar, mér fundist það að vera góða fréttir fyrir neytendur. Það þyrfti að hafa lánasamninga skýra og fólk vissi þá nákvæmlega að hverða gengi. Viðbröðin við því dómnum hins vegar sem að komin eru frá bönkunum er mikil vonbrigði. Því að þetta mun ekkert gera annað en að auka vandræðin á húsnæðismarkaði, gera auknar kröfur í greiðslumati og færri komast inn á markaðin. Að vísu eru náttúrulega lífeyrissjóðir sem að geta búið verið til lán á öðrum kjörum heldur en bankarnir ætla sér að bjóða. Þannig að það eru náttúrulega fleiri mál sem eftir að dómur á eftir að falli fleiri málum. Já, 4 málum. Og það er stutt í það, þannig við sjáum hvernig það verður. En þetta getur ekki gengið svona, algjörlega óviðunandi ofan í ástandi á húsnæðismarkaði. Og segjum svo að ekkert verði gert, að þetta verði bara látið ganga eftir. Og byggingaiðnaðurinn yrði fyrir miklu áfalli. Þá er það náttúrulega efnahagslegt áfall. En það er líka áfall í velferðarmálum vegna þess að heimili fólks.
húsnæðismál ekki bara efnahagsmál, þetta líka velferðarmál. Já. Og þess vegna þurfa stjórnvöld að stíga þarna inn. Mér skilst að það sé að koma einhver úrræði í húsnæðismálum frá ríkisstjórninni. Já, þau verða kynnt síðar í dag eftir að þessi þáttur hefur verið tekinu upp. Já, og ég bara bind vonu við að það sé eitthvað sem byggjandi á, en staðan núna, þú veist, algjörlega óviðunandi, og það er líka óafsættanlegt að bankarnir sem að eiga að vera með einhverja samfélagslega ábyrgð skulu bregða svona við. Já. Það er bara ofan í ástandi eins og það er. Já. Þannig að þetta kallar á viðbrögð. Já. En það er líka kannski hægt að skoða, svo eru þetta stýrivextirnir svona háir og verðbólgan er há og raunvextir háir. Raunvextir allt og háir. En það eru þetta hægt að skoða hvort það sem eins og fjármálaspekingar hafa sagt, sko, að við ættum að hafa eitthvað annað viðmið til þess að láta vexti á íbúðalán sveiflast eftir, nota til þess húsnæðisverðið en ekki neysluverðið, ekki neysluvísitöluna, heldur að láta verðið og húsnæði ráða sveiflunum á þessum lánum. Ég skal ekki segja, en það þarf sérfræðingarnir okkar þurfa að setjast niður og koma með góða tillögur. En hefur þú trú á því að afleiðingar þessa máls og eins og það hefur þróast upp á síðkastið að það geti orðið í stakið því mengi að ýta út verðtryggingunni úr íslensku samfélagi? Sko ég bara verð að segja alveg eins og ég skil ekki af hverju fólk vil endilega ýta verðtryggingunni í burt. Verðtryggingin hefur orðið til þess að það að verðtrygg íbúðalán hafi verið í boði. Það hefur orðið til þess að tekjulægra fólk hefur komist inn á íbúðamarkaðinn. Ef þeirra hefur ekki notið við, þá hefur bara ekki komist inn á markaðinn. Greiðslubyrðin er lægri á þeim, auðvitað hafa þau alls konar galla, en þau hafa samt orðið til þess að tekjulægri fólk hefur komist inn á markaðinn, og ef það á að taka það alveg í burtu, íta því alveg til hliðar, þá þarf eitthvað annað að vera í boði fyrir þennan hóp. Nefnum við ætlum bara að setja þau út á guð og gattinn. Ekki leigumarkaðar nú kræsilegur. Nei. Aðeins frá þér Steingerður þetta? Já, ég segi nú bara eiginlega eins og Ólafur. Ég hef ekkert vita á peningunum, ég kann að eyða þeim. En hins vegar þá verð ég líka að taka undir með Oddnýju. Mér finnst þetta svo góð greining hjá henni. Við verðum að hafa húsnæðismarkað þar sem að fólk getur gengið inn á og keypt íbúð og treyst því. Afborganir verði eins og búið að segja, og þetta hefur alltaf verið stóra málið á Íslandi og við höfum lent í því aftur og aftur að fólk hafi verið að missa húsnæði sitt, heimili fjölskylduna, bæði Sigtúnshópurinn hérna í gamla daga og svo hrunið, að fólk þurfa að standa uppi með það að það missi húsnæði sem það búið að leggja kannski ævisparnaðin í og þar með allan sparnaðin og alla sína eign í húsnæðinu vegna einhverja ákvarðana sem annarkvort stjórnvöld taka eða eitthvað utanaðkomandi. Og ég bara trúi því ekki að við séum það snauð af góðu fjármálafólki að við getum ekki skapað hérna kerfi þar sem að fólk getur bara einfaldlega keypt íbúð með láni sem að það veit nákvæmlega hvað það borgar af næstu árin. Og ég trú ekki öðru heldur en að bankarnir búi yfir svoleiðis fólki líka. Það er bara eitt í þessu ég má bæta við. Vandinn við þetta er að við erum náttúrulega örmynd sem að sveifla svo mikið og líf okkar sveiflast með henni. Þannig að það verður alltaf hærri vextir hér meðan við nágrannalöndin og meðan við erum með krónuna. En samt hlýtur að hægt að finna einhverja leið til þess að gera ástandi skárra en það er í dag. Því það er óviðeigandi. Akkurat. Herri, svona í lokin, ekki síst að því þú ert hér, Ólafur, gestur, ræðum aðeins jafnrétti kjósenda. Þú hefur náttúrulega oft komið hér að Rauða borðinu og oft talað um það í samtölu við mig, líkt og svo marga aðra fjölmiðlamenn. Hvað þeir finnist þann órétt að fyrir utan síðustu kosningar þá hafði það gerst 4 sinnum í röð, er ekki rétt hjá mér að við vorum að fá skakka útkomu út úr kosningunum. Og nú ert þú eftir að hafa gagnrýnt þessi mál, þá ertu orðin formaður í þessum starfshópi sem á að skoða þessi mál.
von á tíðindum, hyggur þið, eða hvað geturðu sagt okkur svona þetta? Já, þetta 3 manna starfshópur sem ég fer fyrir. Já. Og okkur ætlað að gera tillögur til dómsmálaráðherra. Já. Og forsagan svo að í stefnuyfirlýsingu eða stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar algjörlega skýrt ákvæði það að þessi stjórn hyggist minnka að minnstakosti það misvægi atkvæða sem hefur viðgengist í landinu. Og okkur í starfshópnum í sjálfu sér ekki ætlað að móta sérstaka stefnu í því efni. Okkur ætlað að vinna tæknilega frumvarp sem að kemur á móts við þessi megin sjónarmið ríkisstjórnarinnar. Og planið það að við skilum drögum eða frumvarpi eða tillögum til ráðherrans í fyrir 15. desember og ef ég hef tekið rétt eftir þá nýtt frumvarp dómsmálaráðherra eða stjórnarfrumvarp væntanlegt á vorþinginu. Ég held að það sé örugglega á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar eftir áramótin. En megin ástæðan fyrir því að menn eru að fara í þessar breytingar auðvitað það að það hefur mjög lengi eiginlega alveg frá upphafi kosningakerfisins á Íslandi 1844 verið gríðarlegt misvægi atkvæða eftir búsetu. Það hefur skánað en ennþá miklu meira heldur en í öllum eða eiginlega öllum nágrannalöndum okkar. Ég held reyndar að breytingin með það að það verði örugglega jafnvægi eftir flokkum, þannig að allir flokkar fái heildar þingmannatölu í samræmi við fylgi sitt á öllu landinu. Ég á ekki von á að það verði neitt sérstakur ágreiningur og það einfalt að leysa það. Hins vegar hefur hefðbundið verið miklu meiri ágreiningur það, hvort að það eigi að jafna vægi atkvæða eftir búsetu. Já. Og landsbyggðin skelfur svolítið að beina landsbyggðarmennir hafa alltaf verið hræddir það að ef að þeir eru ekki með yfirvikt á atkvæðum að þá muni hagsmunir þeirra að vera fyrir borðnir. Ég hef hins vegar haft miklar efasemdir að þessi röksemd haldi vatni. Það að segja ég hef miklar efasemdir það að svo yfirvikt sem að landsbyggðin hefur hefðbundið haft á þinginu hafi dugað nokkuð skapaðan hlut til þess að tryggja betur hagsmunir landsbyggðarinnar. Hagsmunir landsbyggðarinnar eru hagsmunamál allrar þjóðarinnar og það stefnumótun og löggjöf á þinginu sem á að nota til þess að rétta hag landsbyggðarinnar þar sem að þess þarf en ekki með því að þeir hafi margfaldan atkvæðisrétt eða tvöfaldan atkvæðisrétt núna á við aðra. Ég var að rifja það upp í gær að sem dæmi þetta eða útfærslu á þessu að ég hef að þegar að kvótakerfið var komið á 1983 þá voru þeir sem fóru langvest út úr því voru vinir mínir Vestfirðingar en ég Vestfirðingur og ferð á hverju sumri og ber miklar taugar til Vestfjarða. En Vestfirðingarnir, þeir mistu bara allan kvótan sinn og mér grunar á þessum tíma þá höfðu höfuðborgarbúarnir eða þeir sem byggu á höfuðborgarsvæðinu 1 atkvæði. Hver vestfirskur kjósandi hafði 4 atkvæði. Og mig grunar að margir Vestfirðingar hafi verið svo vissir það að þessi yfirvikt, og þeir áttu marga meira því að mjög öfluga þingmenn, Vestfirðingar kjaft fór á öfluga þingmenn, að Vestfirðingar hafi bara test á það að þessir pólitísku fulltrúar mundu redda þessu máli fyrir Vestfirðingarna. En þegar að kvótakerfið komið, þar sem markaðslausnum beitt, þá dugar ekki pólitísk fyrirgreiðsla lengur. Þannig að ég hef miklar efasemdir að þessi yfirvikt sé nauðsynleg fyrir landsbyggðina og ég lít nú eiginlega á þetta fyrst og fremst sem mannréttindamál. Það var sagt hér á 19. öld af lýðræðisinnum 1 maður 1 atkvæði. Það bara ekki þannig í dag á Íslandi og
núna er það þannig að sumir eru með 1 atkvæði, aðrir eru með 2 atkvæði og við sjáum það að við skoðum alþjóðlegu þróunin í kringum okkur að það var víða þannig hér fyrir kannski einhverjum áratugum í mörgum löndum að svona jaðarbyggðir og landsbyggðin hafði svolítið forréttindi varðandi atkvæðavægi. Það hefur nánast allstaðar horfið og á Norðurlöndunum er algjört jafnræði eftir búsettu nema í Noregi en misvægið í Noregi er miklu minna heldur en hér og alþjóðlega stofnanir hafa gagnrýnt okkur fyrir þetta misvægi atkvæðina bæði ÖSE hefur gert það í sínum athugasemdum og Feneyjanefndin hefur sett fram það viðmið að mismunun eftir kjördæmum sem óhjákvæmilega að sé einhver ef að við erum á annað borð með kjördæmi en að slíkt misvægi eigi ekki að vera meira en 10% og í einstaka undantekningartilfellum 15%. Á Íslandi er þetta misvægi 100%. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að menn vilja breyta þessu og ég hef fulla trú á því að það verði að þetta með jafnvægi eftir flokkum verði leiðrétt og ég vona að minnstakosti að varðandi jafnvægi eftir búsetu þá verði stigin einhver skref að minnstakosti hvort sem verður farið alla leiðið ekki. Einmitt, aðeins viðbröð þín með þessu, Oddný, þú fórst því gefilegt fram í kraganum eða? Nei, þú ert Suðurkjördæmi. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert og spennandi vinna. Í stjórnarskráni er gert ráð fyrir að kjördæmin séu ekki færri en 6 og ekki fleiri en 7 ef ég man rétt. Það er rétt. Og það er ekki fleiri en 6 þingmenn í hverju kjördæmi. Nei, það mátti ekki vera færri en 6. Nei, þeir eru að minnstakosti 6 í hverju kjördæmi. Já. Þannig og stjórnlagaráði tillögu þeirra voru jafnt atkvæðavægi. Stefna Samfylkingarinnar hefur verið frá upphafi leyfi ég mér að segja að atkvæðavægið ætti að vera jafnt. Þess vegna verið svo hissa þegar ég sá að þingflokkur Samfylkingarinnar er að gera fyrirvara nákvæmlega þetta. Það fyrir bara gegn stefnu Samfylkingarinnar sem var samþykkt á landsfundi bara fyrir ekki svo löngu síðan. Þannig að mjög þetta mjög athyglisvert ef við sjáum hvað setur. En undir einmitt lýðræðis- og mannréttindakafla í stefnu Samfylkingarinnar talað þetta. Já, þetta kom mér aðeins óvart við vitum að það var nú ekki útfært nákvæmlega hvað menn voru að tala um, hvort voru að tala um að þessar breytingar eru gerðar í áföngum eða bara það ætti engu að breyta. Ef það er ætla engu að breyta kemur það mér mjög á óvart því eins og þú segir það er í andstöðu við stefnu flokksins og það er í andstöðu við stjórnarsáttmálann. Við verðum að slíta talinu núna, það er fólk sem býður eftir að komast hingað inn í stúdíu. Við getum ekki hægt. Kæra þakkir fyrir komuna. Þið komið aftur. Steingerður, já eða nei, lístu vel á þessar breytingar? Mjög vel. Okay. Herðu, kæra þakkir Ólafur Þ. Harðarsson, Oddný Harðardóttir og Steingerður Steinarsdóttir. Virkilega gaman að fá ykkur, ég vona að ég fá ykkur sem oftast. Ekki fara langt, kæru hlustendur, við höldum áfram hér eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is